Það eru 2 eyðibýli í Lónsöræfum, Eskifell og Grund í Víðidal. Þau tengja iðulega friðlandið og byggðasögu mannlíf á 19. öld. Það var búið í Eskifelli á árunum 1836 til 1863, en það var búið 3 sinnum á Grund frá árinu 1835 til 1897. 1900 fóru Stafafellsbændur að reka rollur mestmegnis hrúta norður fyrir Skiptidalsá. Skálarnir í Lónsöræfum eru staðsettir í Geldingafell, Múlaskála og Egilssel. Jeppaleiðin liggur frá Þórisdal í Lóni niður að Illakambi. Símasamband er mjög takmarkað á þessu svæði. Víðidalur er breiður, gróinn og búsældarlegur dalur í Vestur-Húnavatnssýslu inn af Vesturhópi. Um dalinn rennur Víðidalsá. Auðunn Skökull Bjarnason nam land í Víðidal fyrstur manna og bjó á Auðunarstöðum. Milli Jökulsár í Lóni að austan og Skyndidalsár á vestan eru Eskifjöll. Eskifjall er asklaga eins og stór skál á hvolfi, nær hringlaga. Þar var búið á árunum 1836 til 1863. Jón Markússon og Valgerður Ólafsdóttir, kona hans, reistu fyrst bæ í Eskifelli. Þau komu yfir Lónsheiði úr Geitahellarhreppi með kindurnar sínar og dóttur sína Þóreyju vorið 1836. Jón rak kindurnar inn í Austurskóga gegn Eskifelli. Þau byggðu bæinn sinn suðaustur í fellinu í litlum grassvammi. Brekkur fellins eru víða gróðurmiklar, skóglausar og skriðhlauppnar eftir þriðjung aldar sem byggð hélst þar. Það var lítið fennihætti í Eskifjöllum og sjaldan voru harðir vetrar þessi ár sem byggð var í Eskifelli. En eitt sinn eftir fennibil köfnuðu nokkur lömb, þau höfðu lokast inn í helli sem fennt hafði yfir. Eitt það sem var erfiðast við búskapinn í Eskifelli var að fara yfir Jökulsá, sérstaklega í göngum. Sér þar pálmatré og myndu grænar eyjur.